Komið sæl, gleðilegt ár og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 5. janúar á fyrsta sunnudegi hins nýja árs er þema dagsins í vernd Guðs hús. Í lexíunni skrifar sálmaskáldið að hann þrái að sjá augliti Guðs. Í pistlinum skrifar Páll: fylgið ekki háttsemi þessa heims, látið heldur umbreytast með hinu nýja hugafari og lærið svo að skilja hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Og Guðspjallið segir frá því þegar Jesús fór með foreldrum sínum á hátíð í Jerúsalem og varð eftir. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guðspjallstextin í dag er í beinu framhaldi af texta síðasta sunnudags. Þá var Jesús nýfæddur og María og Jósef fóru með hann í musterið samkvæmt ákvæðum lögmálsins. Í dag fáum við að heyra af næstu ferð Jesú í musterið. Heyrum heilagt Guðspjall sem er úr Lúkasi 2. kafla. Foreldrar Jesú ferðuðust ár hvert til Jerúsalem á páskahátíðinni. Þegar hann var 12 ára fóru þau þangað eins og þau voru vön og tóku Jesú með sér. Þau voru þar út hátíðisdagana, en þegar þau snéru heimleiðis varð sveinninn Jesús eftir í Jerúsalem og vissu foreldrar hans það eigi. Þau hugðu að hann væri með samferðafólkinu og fóru eina dagleið og leituðu hans meðal frænda og kunningja. En þau fundu hann ekki og snéru þá aftur til Jerúsalem og leituðu hans. Eftir 3 daga fundu þau hann í helgidóminum. Þar sat hann mitt á meðal lærifeðranna, hlýddi á þá og spurði þá. En alla sem heyrðu til hans furðaði stórum á skilningi hans og andsvörum. Og þau sáu hann þar, bráð þeim mjög og móðir hans sagði við hann: Barn, hví gerir þú okkur þetta? Við faðir þinn höfum leitað þín harmþrungin. Og hann sagði við þau: Hvers vegna voruð þið að leita að mér? Vissuð þið ekki að mér ber að vera í húsi föður míns? En þau skildu ekki það sem hann talaði við þau. Jesús fór heim með þeim og kom til Nasaret og var þeim hlýðinn. En móðir hans geymdi þetta allt í hjarta sér. Og Jesús þroskaðist af visku og vexti og náð hjá Guði og mönnum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins í dag er í vernd Guðs hús. Í Guðspjallinu er Jesús orðinn 12 ára og talinn með fullorðnum og samkvæmt lögmálinu áttu allir karlmenn að sjá augliti Guðs, það er að segja, sækja hátíðir 3 á ári. Það er ekki tilviljun að fyrsta hátíðin sem Jesús sótti var páskahátíðin, eins og hans síðasta. Í sinni fyrstu ferð á hátíð varð hann eftir í húsi Guðs, en í sinni síðustu ferð fór hann í hús Guðs á himnum. Síðasta sunnudag sagði ég ykkur að María og Jósef hafi uppfyllt 3 ákvæði lögmálsins og þeim lestri lauk með orðunum: sveinninn óx og styrktist, fylltur visku og náð Guðs var yfir honum. En einmitt viska hans, skilningur og andsvör settu undrun að lærifeðrunum í helgidóminum. María og Jósef höfðu farið á hverju ári á hátíðir, en nú fór Jesús í fyrsta sinn með þeim. Vegalengdin á milli Nasaret og Jerúsalem er 145 kílómetrar, svo ferðalagið hefur tekið nokkra daga.
En frásagninni fylgir að fólkið ferðaðist saman í stórum hópi að minnstakosti þegar þau fóru tilbaka. Páskar eru haldnir á 14. degi 1. mánaðar ársins hjá gyðingum, en þeir hafa tungl tímatal og þennan dag er alltaf fullt tungl. Orðið páskar kom inn í íslensku í gegnum latneska orðið pasja, sem dregið er af hebreska orðinu pesa. Í þýðingu yfir á ensku passover eða að ganga framhjá. En fyrstu páskana hélt þjóðguðs í Egyptalandi kvöldið fyrir brottförina til fyrirheitna landsins. Þann dag slátruðu menn lambi og merktu dyrastafi sína með blóði þess, svo engill dauðans gengi framhjá. Allt eru þetta tákmyndir fyrir okkur og páskalambið var það tákmynd fyrir Jesú. Ströng fyrirmæli voru varðandi lambið sem var slátrað. Það varð að vera lítalaust, veturgamalt hrútlamb. Það skyldi steikt við eld í heilu lagi með innyflum og öllu. Ekkert af kjötinu mátti bera út úr húsinu og ekkert bein mátti brjóta. En þegar Jesús dó á krossinum var einmitt tekið fram að ekkert bein hans var brotið. Sjálfsagt hefur Jesús sótt hátíðir 3 ári áður en hann hóf starf sitt, því hann lifði undir lögmáli og ákvæðum Guðs. Og hafi hann hafið starf sitt 30 eins og menn almennt telja, þá hefur hann fyrir þann tíma sótt 3 hátíðir á ári í 18 ár. Á þessum hátíðum hefur hann safnað mikilli visku. Þegar hann týndist eða varð eftir í Jerúsalem kemur fram að hann hlýddi á lærifeðurna og spurði spurninga. Foreldrar hans fundu hann eftir 3 daga. Það er enn ein tákmyndin, því það eru jafnmargir dagar og hann var í gröfinni. Það var Guð sem stofnsetti og fyrirskipaði hátíðir gyðinga og allar voru þær hátíðir drottins. Þetta eru mínar hátíðir, sagði Guð. Hátíðir Guðs eiga að treysta samband okkar við Guð. Minna okkur á kærleiksríkan Guð sem sér fyrir öllu. Báðar frásagnirnar af Jesú sem barni enda á að segja okkur að hann hafi vaxið að visku, þroska og náð hjá Guði. Guð hefur leyft honum að vera óþroskað barn í upphafi. Jesús sagði oft að hann væri mannssonur. Það er, hann fæddist sem sonur manns en ekki Guðs. Hann fæddist í dauðlegum líkama og fékk að vera eins og önnur börn í uppvextinum, en sál hans hefur fengið aðra og meiri fræðslu vegna náðar Guðs. Hann þroskaðist af visku, vexti og náð hjá Guði og mönnum. Við, það er persóna okkar, er sálin sem býr í líkamanum. Sálin lærir, sálin tekur ákvarðanir og stjórnar öllum okkar gerðum. Líkaminn eldist og hrörnar, en án sálar eyðist líkaminn og verður að engu. En fyrir trú verður sálin eilíf. Þess vegna þurfum við eins og Jesús að þroskast að visku og vexti og náð hjá Guði og mönnum. Viskuna og þroskan fáum við frá Guði en í gegnum menn sem skrifuðu boðskapinn niður og menn sem predika orð Guðs í ræðu og riti. Það skiptir engu hver gróður setur fræ trúarinnar eða hver vökvar. Það er Guð sem skiptir máli, hann gefur vöxtinn, skrifar Páll. Öll þekking okkar á Guði færir okkur nær honum, eykur trúfesti okkar og vilja til að viðhalda sambandinu við hann. Í pistlinu skrifar Páll að við þurfum að gefa Guði okkur sjálf.
Hann orðar það þannig að við þurfum að færa okkur honum sem lifandi heilagri fórn. Þá eins og nú eru svo mörg veraldleg viðfangsefni í lífinu sem vilja halda okkur uppteknum svo Guð verði útundan. En Páll skrifar að lögmál heimsins fylgi ekki lögmáli Guðs og hann biður menn að fylgja ekki háttsemi þessa heims, heldur láta umbreytast í nýju hugafari og læra svo hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Það er oft smáu orðin í setningunum sem gefa tilefni til íhugunar. Fyrst er þörf á umbreytingu hjartans, svo að læra hver vilji Guðs er. Umbreytingin er nauðsynleg til þess að við getum lært, verið opin fyrir vilja Guðs. Fyrst Jesús sótti hátíðir í 18 ár til að læra af fræðimönnum sem lásu ritningarnar, þá þurfum við líka að samstilla hugarfar okkar við orð Guðs og læra vilja hans. En með vilja Guðs í hjartanu verðum við limir á líkama Krists. Já, þema dagsins er í vernd Guðs, Guðs hús. Síðustu orð Jesú áður en hann steig upp til himins voru loforð að hann myndi vera með okkur alla daga, allt til enda veraldar. Við getum alltaf treyst orði Guðs, eins og stendur í Sálmi 121. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu, hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Guð mun vernda sál þína, sagði sálmurinn, eins og ég rakti áðan, þá hrörnar okkar jarðneski líkami, en sálin getur lifað að eilífu. Loforð Guðs fjalla eilífa lífið, en ég hef heyrt að menn hafi snúið baki við Guði vegna þess að þeir urðu fyrir áföllum í þessu lífi. Víst er Guð með okkur í þessu lífi, en okkar frjálsa val getur gengið þvert á vilja Guðs. Síðan erum við ekki ein. Allir hinir í kringum okkur hafa líka frjálst val. Áramót setja margir sér heit, oftast að hætta einhverjum ósið og vera betri manneskja. Guð getur hjálpað okkur við það í gegnum orðið og boðskapinn. Eins og Jesús leitaði sér þekkingar og visku hjá lærifeðrunum, þá þurfum við að bera okkur sjálf eftir hjálpinni. Þessi orð komu frá Guði til Jesaja spámanns. Óttast eigi því að ég er með þér, vert ekki hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Við erum undir vernd Guðs þó við verðum fyrir áföllum og getum verið vissum að Guð leiðir okkur aðeins réttan veg. Það eru önnur öfl sem leiða afvega. Páll skrifaði: Vitið þið ekki að líkami ykkar er musteri heilags anda, sem í ykkur er og þið hafið frá Guði. Þið eigið ykkur ekki sjálf, þið eruð verði keypt. Já, þemað í dag er einmitt í vernd Guðs og Guðs hús. Musterið í Jerúsalem féll á fyrstu öld og annað hefur ekki verið reist. Páll skrifaði að við séum hús Guðs, musteri heilags anda á jörðu, því andi Guðs búi í okkur. Þess vegna erum við undir vernd Guðs, þó lífið sjálft berji á okkur. Með anda Guðs innanborðs þá erum við ekki ein. Verum því staðföst, höldum fast í trúna á Drottinn Guð, eflum andan með því að þekkja sannleikann, því sannleikurinn gerir okkur frjáls. Verum í ljósinu og sækjum styrk í orð Guðs. Leyfðu Guði að leiða þig.
Guð gefi þér gott og farsælt nýtt ár. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.